Hér á Borgarfirði eystra er mikill uppgangur og við þessa götu sem gárungarnir kalla gjarnan Merkisveg eru einar 6 íbúðir eða hús í byggingu og það eru margar lóðir lausar. Þetta er náttúrulega meira sá minni lífstíð er nú búið að breyta götunni sannlega 2-3 sko. En hún liggur samsagt hérna frá Eyrinni sem er þá miðpunkturinn með hérna kaupfélaginu sem var þar og hérna út í Merki. Og á þeirri leið náttúrulega voru bara allnokkur hús og þar á meðal var hús sem var skýrt Bakkavegur 1 og er eina húsin sem hafði númer á Borgarfirði og ég held mér þess að heimastjórnin sé nú vel búin að samþykkja það að það megi ekki nota húsnúmer á Borgarfirði. Þannig að það verða allir að skýra húsið sitt eitthvað. Ég til dæmis að byggja þetta Bakkavegi 28 en það passar ekkert inn í þetta samfélag að búa á Bakkavegi 28, það er bara hallærislegt. Svo hvað heitir það húsið? Við erum svona hugleiðið að skýra það Bót, það er svo fallegt nafn hérna á næsta bæ sem heitir Brim, þannig að við erum svona að reyna að para þetta saman hérna, við sem erum að byggja hérna nýju húsin sem eru allnokkur í götunni. Já, förum að yfir það, hverjir eru að byggja og hvað er verið að byggja? Sko, það er allskyns byggingar, það er allt frá sumarhúsum og íbúðarhúsum og starfsmannahúsum og hérna, og öllum stærðum og gerðum sko. Hvað veldur? Sko ástæðin fyrir að fólk býr á Borgarfirði og ég teka fram að ég á líka hús á Egilsstöðum, þannig að ég er með 2-falda búsetu. En ástæðin fyrir, og ég náttúrulega uppalinn hérna hefur búið halva mína ævi á Borgarfirði. Sko ástæðin er að það er bara eitthvað sem togar í fólk og það er ekkert alltaf hægt að stjórna því. Ef einhver togar í þig, þá náttúrulega getur þú bara endað þangað sem er togað í þig. Og sumir hafa langa sögu og þannig að við segjum stundum sko, og sérstaklega svona sumrin þegar allt fjölskyldufólki kemur heim, að þá segjum við stundum það eru svona 120 sem búa hérna, en það er svona 10.000 sem vilja búa hérna. Þannig að í rauninni er sko eftirspurnin mjög mikil. Ef það er meira byggt þá hugsa ég væri ekkert mjög erfitt að fylla það húsnæði. Það eru að flytja hingað fólk sem ekki á rætur. Hvað veldur því? Já, sko það er, nú til dæmis er það að gerast í ferðaþjónustunni. Við þurfum að ráða 10-15 starfsmenn til starfa fyrir sumarið og það hefur við gert síðustu 10 ár. Þannig að við erum búin að ráða hátt í 100 starfsmenn sem hafa komið hérna að starfa á einhverjum tímapunkti. Sumir hafa náttúrulega bara fallið fyrir svæðinu. Þannig að það eru til dæmis 2 pör búsett hérna núna sem komu og starfuðu hjá okkur í Álfheimum fyrir nokkrum árum og hérna þau bara vildi ekkert fara. Og það er náttúrulega bara þannig í dag að kyrrð og ró er einhvern veginn bara í tísku. Það er eitthvað sem gleymdi því að kyrrð og ró er góð en kyrrð og ró eru bara í tísku núna og fólk er að spurja eftir því. Og við tökum eftir mér sem við erum að gera starfsmannaviðtöl núna. Við höldum alltaf að við séum svo rosalega strjábíla á eitthvað á Íslandi. Við erum í rauninni þéttbílasta landið í Evrópu. Af því að það er allir aðrir sem koma frá öðrum löndum, þeir þekkja strjábíla alveg eins vel og við. Þannig að þegar maður spyr einhvern frá hérna bara Tékklandi, heyrðu, er þér illa við að vera í fámennu byggðarlagi sem er bara út úr leið? Nei, ég ólst upp í svoleiðis byggðarlagi, skilur. Þannig að Íslandi er í rauninni eitt af þéttbílasta, það eru flesti sem búi í þéttbíl á Íslandi miðað við Evrópu, þannig að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Og þá kemur eins og hérna hún Erika sem flutti frá Hollandi og hún segir bara hér vil ég vera. Þú ert bara að velja þér stað, þú ert ekkert endilega að velja þér stað að eilífu. Þetta er bara það sem þú stattur í lífinu og vilt koma þig fyrir. Það er ekki hlaupið út í búð eftir byggingarefni svo fólk þarf að hafa fyrirhyggju við allar framkvæmdir. Ég náttúrulega hef aðeins reynslu í þessu þar sem við vorum búin að byggja 3 hús. Þá pantaði ég mig bara pakka. Þannig að ég á allar skrúur og allt kitti og allar spýtur í þetta hús bara tilbúið inn í húsinu. Og það meina nágrannanum vantaði kittispaða, hann er málari sko, hann gleymdi kittispaðinu sínu, þá er bara farið í næsta hús og fengið lánað og þess vegna er mjög gaman að hafa svona 3-4 hús í byggingu að maður getur bara líka spurt ráða og þessi veit meira þetta og þannig að þetta er nú svolítið svona samvinnuverkefni sko. Arngrímur segir að stundum hafi gripið sig nokkurt vonleysi meðal fólks í þorpinu þegar íbúum fækkaði og minna var atvinnu. Og þá fórum við á stað með fyrirbæri sem hét Framfarafélag Borgarfjarðar og þar mættu bara 30-40 manns á fundi, bjuggu til ákveðna svona
ef við ætlum að búa hérna, þá þurfum við betri vegi, við þurfum nýtt íbúðarhúsnæði og við þurfum góða nettengingu. Og það er svo skrítið 10 árum seinna, þá er þetta einhvern veginn alltaf komast, sko. Það er verið að klára malbika veginn okkar, það verið tilbúin bara í haust. Netsambandi komið á alla bæi í sveitinni og svona suma í þorpinu, gott eða sem sagt, ljósleiðari. Og þá erum við líka sem sagt, komið 6-8 ný hús sem hægt er að búi. En þetta er ekkert búið, þetta er bara ákveðið upp á, en það þurfti svolítið bjartsýni og svolítið svona í þetta. En svona fyrir þá sem eru að horfa á okkur, heldur að séu lausar lóðir? Já, einmitt bara við götuna eru lausar einar 6-8 lóðir, þannig að það er bara að sjá það á múlaþing.is og við getum veitir ráðgjöf ef að þarf, sko. Ég ætla ekki, þó að sé ljótt að segja, þá eru lóðirnar ókeypis, sko. Eða svona því sem næst, ég held að sé 70% afsláttur af lóðagjöldum núna.